Donald Trump segist ekki ætla að beita hervaldi á Grænlandi og vill samningaviðræður yfirráð. Hann minntist nokkrum sinnum á Íslandi í ræðu sinni í Davos í Sviss í dag sem margir höfðu beðið eftir. I don't want to use force. I won't use force. 5 starfsmenn fyrirtækisins Vélfags hafa verið handteknir og húsleit gerð hjá fyrirtækinu á Akureyri. Héraðssaksóknari rannsakar mögulegu brot fyrirtækisins á þvingunaraðgerðum. Loðnuvertíðin hafin og fyrsta aflanum var landað í Neskaupstað í gær. Meiri peningar og meiri bónus segir fiskverkakona til 20 ára hjá Síldarvinnslunni. Móttaka skipafarþega á Skarfabakka í Reykjavík flyst úr tjaldi í mörg þúsund fermetra hús í vor. Sviðsstjóri á Faxaflóahöfnum segir þetta eins og flugvöll án fríhafnar. Skíðafólk víða land hefur verið í stanslausri óvissu í vetur vegna tíðra veðurbreytinga. Á Norðurlandi allt kapp lagt á að halda í þann snjó sem búið að framleiða. Komiði sæl. Donald Trump ætlar ekki að beita hervaldi á Grænlandi og vill samningaviðræður yfirráð. Þetta sagði hann í ræðu á alþjóðlegu efnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss í dag, sem mjög hafi verið beðið eftir. Trump ítrekaði fyrri yfirlýsingar að Bandaríkin bæru upp í samstarfið innan vébanda NATO og á grundvelli þess ættu dönsk stjórnvöld að gefa eftir í viðræðum Grænland. Utanríkisráðherra Danmerkur segir samningaviðræður eignarhald á Grænlandi ekki koma til greina. Oddur, þessi ræða var rúmlega klukkutíma löng en Grænland var nú án efa hápunkturinn, ekki satt? Já, tvímælalaust. Þetta var löng ræða eins og segir, rúmur klukkutími og hann fór víða völl og þetta svona fór nú rólega af stað. Hann byrjaði því að tala efnahagsmál, en þetta efnahagsráðstefna og sagði efnahagsbandaríkjanna standa styrkum fótum og hafa hann aldrei verið betri og svo fór hann að tala kollega sína í Evrópu og svona skammaðist aðeins í þeim fyrir að draga lappirnar í orkumálum, efnahagsmálum og hernaðaruppbyggingu og sitthvoru fleiru. Þannig að hann svona fór inn á þekktar slóðir, það er auðvitað þekkt stefi á Trump-stjórninni, síðan Trump tók við í fyrra að svona skammast aðeins í þjóðarleitum í Evrópu og við munum öll eftir ræðu J.D. Vance varaforseta til dæmis á öryggisráðstefnunni í München og það settu nú margar hljóðan þá, þannig að þetta var svona þekkt stef. En svo barst talaði Grænlandi og hann uppskar nú reyndar hlátur Trump þegar hann spurði viðstadda viljiði nokkuð fara að tala Grænland. Það heldur nú allir og við skulum bara heyra hvað Trump sagði þau mál. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States. But this would not be a threat to NATO. This would greatly enhance the security of the entire alliance, the NATO alliance. The United States is treated very unfairly by NATO. Oddur, Trump segist ekkert að beita hervaldi en heldur samt fast í þessa kröfum að velja að eignast Grænland. Hver hafa viðbrögðin verið við því? Já, það er örugglega mjög mörgum ansi létt núna. Trump ætlar ekki að beita hervaldi, það segist allavega ekki ætla að gera það. En samt þessi krafa eins og segir innlima Grænlands ekki horfin. Þannig að jú, léttir en málið samt ekkert horfið og þessi umræða er ekkert horfin og viðbrögð Dana voru á þá leið í dag. Utanríkisráðherrann Lars Løkke Rasmussen hann sagði jákvætt að Trump útilokaði beitingu hervalds en samt að það væri útilokað að fara í einhverja samningaviðræður eignarhald á Grænlandi, það væri bara ekkert inn í myndinni. Þannig að þeir eru ekkert komnir fyrir vind Grænlendingar og Danir og sannarlega heldur ekki bandamenn þeirra, þau ríki sem að Trump hefur til dæmis hótað að setja toll á, þeir eru ennþá bara munu taka gildi. Þannig að þessi umræða er ekkert að hverfa og það verður fróðlegt að sjá hvort að Trump svona beiti fleiri aðgerðum heldur bara tollum. Hann ætlar ekki að beita hervaldi en hvað gerist síðan meira? Verður það eitthvað? Hvernig bregst Evrópa við? Með hvaða hætti og hvernig spilar allt þetta saman? Þetta á eftir að koma í ljós.
En svo voru nú margir heldur betur hissa þegar Bandaríkjaforseti minnist á Ísland í ræðunni. Já, hvað á hann við? Hvað myndi hann þarna? Já, við bara vissi það, Jóhanna. Það var svona samkvæmisleikur í dag að reyna að ráða í þessi orð Trumps. Hann minnist þarna 4 sinnum að ég held á Ísland og svona svolítið samingislaust og erfitt að ráða í hvað hann var að meina. Það er svona ríkjandi kenning að hann hafi óvart skipt orðinu Grænland út fyrir Ísland og þannig talað okkur allt í einu. Og við skulum nú muna það að hann nefndi Ísland líka í gær á marathon blaðamannafundi í Hvíta húsinu þegar hann var að tala bara allt og hvaðina í sinni forsetatíð, þá minntist hann á Ísland og þá töldu nú margir einmitt að hann hafi verið að ruglast á Grænlandi og Íslandi. En það er skiljanlegt að það fari svona kannski ónóta tilfinningum einhverja þegar að valdamesti maður heims minnist á okkur Íslendinga í sömu andrá og hann að tala Grænland, okkar nánustu nágranna sem hann ætlar að innlima. Þannig að þetta er mjög sérstætt og þetta var svolítið samhengislaust og ruglingslegt og við skulum bara sjá nákvæmlega hversu furðulegt þetta var. Spilum bara smá brot. But in doing it, I'm helping Europe, I'm helping NATO, and I've until the last few days when I told them about Iceland, they loved me. They called me daddy, right, last time. A very smart man said, he's our daddy. He's running it. I was like running it. I went from running it to being a terrible human being. With all of the money we expend, with all of the blood, sweat, and tears, I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. But that dip is peanuts compared to what it's gone up. Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði, vertu velkomninga til okkar. En svo heimskipan sem hefur verið við lýði svona frá eftir lokum síðari heimsstyrjaldar, hún hrunin? Já, það er stefni í það. Þetta er allt sem að fara eitthvað róljóst. Þetta byggist allt saman á einhverjum svona stórkallalegum yfirlýsingum sem að við vitum ekki alveg hver stefna. En Bandaríkjaforseti miskusti, hann gefur það í skyn að hann sé tilbúinn til að beita valdi Bandaríkjanna, hvort sem að það er með hernaðarvald eða efnahagslegt vald og hann verið að gera það. Þannig að þessi heimskipan hefur byggst að vissu leyti á trausti og þetta traust er að vissu nátt rofið. En hvað með alþjóðalög og alþjóðasamninga? Ég bara beini framhald af því sem þú ert að segja núna. Já, er þetta treysta því að þeir séu virtir? Sjálfur sér ekki. Trump hefur sjálfur sagt að alþjóðalög skipti hann engu máli. Það er hans eigin siðferðiskennd sem að kannski sumir finnst dálítið lítil trygging sem að það er hún sem að ræður. Og það er alveg ljóst var til sammála það að aðgerð hans til dæmis í Venezuela, hvað sem hennum finnst Maduro var brot á alþjóðalögum, þannig að Bandaríkin eru undir hans stjórn eru tilbúin að brjóta þau, sem það er kannski fyrsta sinn, en þetta er að minnst kosti svona ákveðin skilaboð. En þá spyrjum við okkur kannski að því hvað sé til ráða og hver er staða þá lítillar þjóðar, örþjóðar eins og Íslands í þessum breytta heimi? Þetta er auðvitað getur verið mjög áhyggjufull og Trump til dæmis lýsti því yfir í þessari ræðu sem hann hélt í dag í Davos að það verið mistök hjá Bandaríkjunum að skila Grænlandi eftir síðari heimsstyrjöld. Það var greinilega gert á Íslandi. Ísland var líka vettvangur Bandaríkjamanna í síðari heimsstyrjöld en það var alveg gengið út frá því að Ísland það myndi fara í stríðslokum. Við gerum síðan hernaðarsamning við Bandaríkin 1951 sem er ennþá í gildi, varnarsamning og ef að þá voru mistök að skila Grænlandi 1945 og þess vegna sé Bandaríkjunum leyfilegt að taka Grænland aftur, þá kannski þurfum við að íhuga okkar gang. Guðmundur Hálfdanarson, við komumst ekki að niðurstöðu núna en takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur. Takk. Og meira þessu tengt því Jón Gnarr, formaður Vestnorræna ráðsins, segir yfirlýsingar gagnvart Grænlandi taka út yfir allan þjóðarbálk og valda grænlensku þjóðinni vanlíðan. Það sé virðingarleysi enda séum við ekki vön slíkum stórkarlalegum yfirlýsingum varðandi sjálfstæðar vinaþjóðir á Vesturlöndum. Lögþing Færeyja, landsþing Grænlands og Alþingi stofnuðu Vestnorræna þingmannaráðið í Nuuk á Grænlandi 1985 sem samstarfsvettvang landanna þriggja. Markmið ráðsins er að starfa að hagsmunum Vestur-Norðurlanda, gæta auðlinda og menningar Norður-Atlantshafssvæðisins ásamt því að auka samstarf. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins fundaði í dag málefni Grænlands. Þetta er bara mál sem að brennur á fólki og við finnum það líka bara á samskiptum við kollega okkar á Grænlandi hvað þetta hvílir
þungt á fólki og hvað þetta bara furðulegt, finnst þetta bara ganga út yfir allan þjófabálk og mér finnst mjög óvarlegar yfirlýsingar sem að valda fólki vanlíðan. Jón leggur áherslu á að Íslendingar standi með grænlensku þjóðinni og honum finnst utanríkisráðherra hafa komið því skýrt til skila. Þetta svona ákveðið svona virðingarleysi við aðrar þjóðir sem við erum ekki vön að sjá. Við erum ekki vön að sjá svona stórkallalegar yfirlýsingar varðandi sjálfstæðar vinaþjóðir á Vesturlöndum. Nú ráðherranefnd um öryggis- og varnarmál hefur haldið 5 fundi í janúar stöðu alþjóðamála. Settur ríkislögreglustjóri segir skiljanlegt að almenningur sé hugsi yfir þessu. Ástandið grannt vaktað hjá embættinu. Átakalínur í alþjóðamálum eru mun nær Íslandi en áður. Gaza og Úkraína eru langt í burtu, en Grænland má segja í bakgarðinum. Stysta vegalengdin milli Íslands og Grænlands innan við 300 kílómetrar. Frá Straumnesi í Jökulfjörðum milli Rekavíkur og Aðalvíkur eru 285 kílómetrar að austurströnd Grænlands. Það rúmlega 400 kílómetrum styttra en til næsta lands, Færeyja. Stysta loftlínan þangað frá Íslandi 693 kílómetrar. Ekki því furða að einhverjir séu kannski meira uggandi yfir fréttum af ásælinni stjórnvalda í Bandaríkjunum á Grænlandi og viðbrögðum Evrópuþjóða við henni. Það alveg skiljanlegt og við hugsum auðvitað öll þetta. Þetta auðvitað nýtt fyrir okkur. Hjá ríkislögreglustjóra eru ýmsar viðbragðsáætlanir til og voru notaðar til dæmis í jarðhræringunum á Reykjanesskaga og í COVID-faraldrinum. Við sjálfsögðu höfum auðvitað núna undanfarið svona aukið samtalið við okkar samstarfsaðila og svona skoða þetta út frá ýmsum sviðsmyndum. Greiningadeildir ríkislögreglustjóra annast upplýsingaöflun, greinir upplýsingar og metur hugsanlega ógn. Við gerum það í samstarfi við okkar öryggis- og leyniþjónustur okkar samstarfsríkja og markmiðið með því er að tryggja að lögreglan og íslensk stjórnvöld hafi aðgang að áreiðanlegum upplýsingum og tímalegum upplýsingum og greiningum á hverjum tíma. Það fyrst og fremst verkefni lögreglu að tryggja öryggi almennings og það það sem við erum að gera alla daga. Stefnt að því að boða þjóðaröryggisráð til fundar á næstu dögum. Ráðherranefnd öryggis- og varnarmál hefur fundað 5 sinnum frá áramótum stöðu alþjóðamála samkvæmt svari úr forsætisráðuneytinu við fyrirspurn fréttastofu. Og það snúi okkur að öðrum. Héraðssaksóknari gerði húsleit í dag í höfuðstöðvum Vélfags á Akureyri og handtók starfsmenn fyrirtækisins. Rannsóknin beinist að brotum Vélfags á viðskiptaþvingunum sem það var beitt vegna meintra tengsla við Rússa. Fyrirtæki Vélfag sem þróar og framleiðir vélar til fiskvinnslu með höfuðstöðvar á Akureyri og þar voru meðal annars þessar tölvur gerðar upptækar í dag. Vélfag eina íslenska fyrirtækið sem hefur sætt viðskiptaþvingunum sem Evrópusambandið hefur beitt vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Í aðgerðum héraðssaksóknara í dag var ráðist í húsleit á allavega 6 stöðum og 5 voru handteknir sem hafa einhver tengsl við fyrirtækið, eru ýmist starfsmenn þess eða stjórnarmenn. Samkvæmt heimildum fréttastofu beinist rannsókn héraðssaksóknara á brotum Vélfags á viðskiptaþvingunum sem fyrirtækið var beitt vegna meintra tengsla þess við Rússa. Einn þeirra sem var handtekinn stjórnarformaðurinn Alfreð Tulinius. Hann hefur réttarstöðu sakbornings. Heimildir Vísis herma að Alfreð, markastjóri Vélfags og framleiðslustjóri hafi unnið að því á baku tjöldin að stofna nýtt félag til að halda starfseminni gangandi. Fjármunir fyrirtækisins voru frystir síðasta sumar vegna tengsla þess við rússneska útgerðarfélagi Norepo sem á svörtum lista og í eigu eins helsta útgerðamanns Rússlands. Eigandi Vélfags, Ivan Kaufmann, talinn leppur útgerðamannsins. Forsvarsmenn Vélfags hafa ítrekað hafnað þessu. Utanríkisráðuneytið var ekki upplýst rannsókn héraðssaksóknara. Í skriflegu svari ráðuneytisins segir að embættið fari með rannsókn alvarlegra fjármuna og efnahagsbrota og sé sjálfstætt í sínum störfum.
Héraðssaksóknari segir ekki unnt að veita frekari upplýsingar málavöxtu að svo stöddu. Aðgerðir standa enn yfir. Orkuskortur svíður sem aldrei fyrr í Úkraínu. Árásir Rússa á orkuinnviði síðustu daga hafa valdið rafmagnsleysi hjá milljón íbúa Kýv á kaldasta vetri í mörg ár. Aðfaranótt þriðjudags lenti árásardróni Rússlandshers hér í blokkaríbúð í úthverfi Kýv. Mikil mildi þykir að engin meiðsli urðu á fólki, en skaðinn þó engu að síður skeður. Вночі, як завжди, повітряна, вибух, все, світла немає, опалення немає, води немає, нічого немає. Чекаємо, щоб нам трошечки дали хоч чогось. Sérstaklega kalt hefur verið í Úkraínu í vetur og í kvöld spáð 12 stiga frosti í höfuðborginni. Milljón íbúar borgarinnar eru án rafmagns og enn fleiri annar staðar í landinu. Я думаю, градусів 13, не більше точно, бо холодно. Тому вийшли на сонечко грітися, тут -8, тут трошечки тепліше. Senn verða liðin 4 ár frá innrás Rússlandshers í Úkraínu. Í töluverðan tíma hafa loftvarnarkerfi varið höfuðborgina fyrir mestallri eldflaugadrífu Rússa. Undanfarið hafa þó æ fleiri drónar og eldflaugar komist í gegn. Forsetinn gagnrýndi það í daglegu ávarpi sínu í gærkvöldi. Робота повітряних сил по шахедах незадовільна, є перехоплювачі, багато сил задіяно, мобільні вогневі групи, F-16, є організація роботи повітряних сил повинна бути іншою. Í miðri orkukrísu velur Zelenski að vera kyrrt í Kýv og fara ekki til Davos í Sviss með öðrum mest áberandi þjóðarleiðtogum heims. Þangað fer hann ekki nema friðarumleitanir á hliðarlínum ráðstefnunar beri einhvern ávöxt. Якщо формат Давосу це забезпечить реальні результати для України, Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів. Langþráð loðnuvertíð hafin eftir nær algjöran loðnubrest undanfarna 2 vetur. Starfsfólk í fiskvinnslu nýtur góðs af því þegar loðnan kemur í hús. Fyrsti loðnufarmurinn kom með skipinu Polar Amarok til síldarvinnslunar í Neskaupstað í gær. Loðnan flæðir inn á færiböndin og fer strax í stærðarflokkara. Kvenfiskurinn bústnari, enda eru verðmæt hrogn farin að myndast. Loðnan heilfryst og verðmætið eykst eftir því sem lengra líður á hrygningargönguna og hrognasekkurinn stækkar. Starfsfólkið í vinnslunni munar mjög loðnuvertíð. Þá fæst hörkukaup, vinnslubónus og vaktaálag. Það þekkir Anna sem kom frá Póllandi og hefur unnið hjá síldarvinnslunni í 20 ár. Fólk mikið bíða hvenær kemur lóna. Já. Núna fólk brosa, meira peninga, meira bónus. Að fá loðnun í húsi, því fylgir bara vaktir, meiri vinna fyrir þau. Þannig að það hafa allir meira upp úr því að fá loðnu hérna til okkar. Þetta hefur mikið að segja fyrir starfsfólki. Og sveitarfélagið og samfélagið allt ekki sett? Jú, það lifnar bara yfir öllu einhvern veginn. Ég átti hérna samtal við mann sem hérna byggingaverslun og hann sagði að það verður meiri framkvæmdagleði, þannig að loðnan hefur mjög mikil áhrif fyrir samfélagið og allt umhverfið hérna hjá okkur. Loðnukvótinn nú reyndar aðeins 44.000 tonn, en ungloðnumælingar gefa væntingar stærri vertíðir næstu 2 ár. 5 skip sigldu af stað til loðnumælinga norðan við land í gær, 2 rannsóknarskip og 3 veiðiskip. Þegar þeim mælingum lýkur, metur Hafró hvort hægt verði að auka kvótan fyrir þessa vertíð. Fáum vonandi einhverja viðbót við þennan kvóta sem við erum með núna og fáum vonandi þannig hressilega viðbót að við getum farið að kreista ykkur hrogn, því að það bara gott fyrir alla að fá að skapa sem mest verðmæti. Ný farþegamiðstöð við Skarfabakka markar tímamót í móttöku skipafarþega. Þar verða 100 manns að störfum og eftirliti eins og á millilandaflugvelli. Hérna koma farþegarnir inn með aðalinnganginn og þeir fara svo með töskunar sínar hér og afhenda þær hérna. Hérna eru svo með töskusalinn þar sem töskunum raðið upp. Tekið verður á móti fyrstu farþegunum í nýrri farþegamiðstöð Faxaflóahafna í vor. Hún 5.500 fermetrar, fjöldi starfsmanna verður breytilegur eftir fjölda skipa en jafnan og yfir 100. Búist við 300.000 farþegum í miðstöðina í ár. Helmingu verða svokallaðir skiptifarþegar sem ýmist hefja eða enda ferð sína á skipinu og fljúga til eða frá landinu. Þessir farþegar skilja mun meira eftir í samfélaginu heldur en hinnir.
Og þetta bara mikil breyting fyrir okkur að fá þetta hús. Við erum mjög stolt af því og erum spennt að taka það í notkun eftir að hafa verið að leysa þetta í tjöldum síðustu ár. Pínu með lífið í lúkunum þegar lægðirnar hafa komið yfir landið. Það er stórt stökk að fara úr tjaldi og hingað. Já, það er mjög stórt stökk. Og húsið verður ekki látið standa tómt utan skipaferðatímans. Húsið verður notað undir viðburði yfir vetrartíman. Excel-skjalið gekk ekki upp ef húsið hefði staðið tómt hér hálft árið. Þannig að það var ákveðið að hanna það sem fjölnota. Ferli við að fara í gegnum farþegamiðstöðina verður að mestu leyti eins og á millilandaflugvöllum, en þar verður öryggisleit, landamæraeftirlit, innritun og tollgæsla. Hér verður alþjóðlegt svæði, en við leið og farið hér í gegn, þá er gengið yfir landamæri og þá verður við komin til Íslands. Þetta er í rauninni bara hefðbundin flugvöllur án fríhafnar. Þegar við héldum að þetta gæti ekki orðið verra, þá versnaði það. Þetta segir framkvæmdastjóri Skíðafélags Dalvíkur veður og færi í vetur. Hann kíkir á veðurspána margoft á dag. Snjór og kuldi í október. Kaldur en mildur nóvember. Hláka í desember. Já, þessi vetur hefur sannarlega haldið skíðafólki allt land á tánum. Skíðasvæðin opnuðu mörg hver í kringum jól, en svo þarf að taka hvern dag fyrir sig. Enda hefur veðrið verið allavega. Þrátt fyrir að hafa verið búin að framleiða bara talsvert mikið fyrir jól að þá bráðnaði það nú bara meira og minna allt. Meters þykkur framleiddur snjór bara hvarf. Það þarf nú bara að hamfara veður til að það gerist sko. En svo náðum við nú snjóframleiðslutörn aftur eftir jól og erum í rauninni í fínum málum þannig á neðra svæðinu hjá okkur. En það er ekki snjókorn í efri brekkunum hjá okkur. Hörður ákvað að flýja þessar veðurbreytingar og er í skíðaferði í austurísku Ölpunum. Og hversu reglulega kíkir forstöðumaður skíðasvæðis á Íslandi á veðurspá? Já, það skiptir engu máli þó maður sé frí erlendis sko. Það er nokkrum sinnum á dag og maður er alltaf með í maganum yfir þessu. Já, myndi ég segja hálftíma, klukkutíma fresti. Þá rúlar maður í gegnum norska, íslenska, AccuWeather og hvað þetta heitir allt saman, belging og allt saman. Báðir segja þeir skíðafólk hafa verið í stanslausri geðshræringu vegna veðuróvissu í vetur. Jú, það er náttúrulega allir eru skíðaþyrstir á þessum tíma ás. Við Íslendingar erum líka skíðaóþjóð, þannig að ég skil það vel, myndi vera brjálega líka, en auðvitað reynum við alltaf að hafa opið þegar við getum haft opið. Á Siglufirði er einungis náttúrulegur snjór, en á Dalvík er nánast allur snjórinn í brekkunum framleiddur. En hvort sem hann er náttúrulegur eða framleiddur er allt kapp lagt á að halda honum. Þá bara reynum við að tróða hann niður, eða keyra yfir hann og þjappa hann allan og moka til á stöðum það sem þarf að moka til eins og í lyftusporum oft, og ef það er of mikill hiti þá reynum við að hvíla svæðið eins og að kölla og getum því miður ekki haft opið ef það er of heitt. Sko, eftir síðasta vetur svo menna við varum búin að sjá það versta sko, en það ætlar því miður að verða þannig að þessi vetur er að toppa síðasta vetur hvað þetta varðar, úrkomuleysi og hita. Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Hvernig á að tala átök og óvissu í heimsmálum við börn? Við ræðum málið í Kastljósi í kvöld. Hvaða fréttir eru þið helst að tala um? Ég veit ekki, kannski svo Trump-forseta og eitthvað. Hvað er hann að gera? Hann þarf að ráða yfir Grænlandi. Svo hittum við Ævar Þór Benediktsson á sínum heimavelli, menntaskólanum á Akureyri. Ég hef aldrei verið töff, en stefnað því, einhvern daginn. Og Það er líka afstætt. Já, en svo er það, ef maður situr í sjálfum sér, það er svolítið töff. Og þá er það veðrið. Í dag hefur verið austlæg átt á landinu og það verður framhald á henni næstu daga. Allhvasst eða hvasst á morgun og rigning, einkum sunnan og austanlands, en hægari vindur og þurrt að mestu á Norðurlandi. Það hlýnar og hiti víða 4 til 10 stig síðdegis. En við fjöllum nánar veður og veðurhorfur að loknum íþróttafréttum. Við förum yfir stórgóðan sigur íslenska karlalandsliðsins í handbolta á Ungverjalandi á EM í gærkvöld. Liðið komst þá í lykilstöðu hvað framhaldið varðar. Sigurinn var hins vegar dýrkeyptur því Elvar Örn Jónsson meiddist á hendi. Heyri ég bara eitthvað brak og á grunaði mig að væri eitthvað að. Loks lítum við á lokaleik Færeyja í DR-riðli. Hann sé ekki af íþróttum hér eftir andartak. Og áður við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma.
Donald Trump segist ekki ætla að beita hervaldi á Grænlandi og vill samningaviðræður yfirráð. Hann minntist nokkrum sinnum á Íslandi í ræðu sinni í Davos í Sviss í dag sem margir höfðu beðið eftir. 5 starfsmenn fyrirtækisins Vélfags hafa verið handteknir og húsleit gerð hjá fyrirtækinu á Akureyri. Héraðssaksóknari rannsakar möguleg brot fyrirtækisins á þvingunaraðgerðum. Loðnuvertíðin hafin og fyrsta aflanum var landað í Neskaupstað í gær. Meiri peningar og meiri bónus, segir fiskverkakona til 20 ára hjá Síldarvinnslunni. Móttaka skipafarþega á Skarfabakka í Reykjavík flyst úr tjaldi í mörg þúsund fermetra hús í vor. Sviðsstjóri hjá Faxaflóahöfnum segir þetta eins og flugvöll án fríhafnar. Skíðafólk víða land hefur verið í stanslausri óvissu í vetur vegna tíðra veðurbreytinga. Á Norðurlandi allt kapp lagt á að halda í þann snjó sem búið að framleiða. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Það næst fréttatími hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld, en nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þessum afur þessum degi. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Norræn hönnun, heimildaþáttaröð sögu norrænnar hönnunar á síðustu 100 árum. Í þáttunum meðal annars rætt við hönnuði og safnara sem veita innsýn í sögurnar á bak við heimsþekkta hönnunarmuni. Sagan, ítölsk leikinn þáttaröð einstæða móður af gyðingaættum sem býr við fátækt og ofsóknir í Róm undir lok seinni heimsstyrjaldar. Árásin á Rainbow Warrior, bresk heimildamynd frá 2023 skip grænfriðunga Rainbow Warrior sem útsendarar frönsku leyniþjónustunnar söktu árið 1985 við Nýja-Sjáland þegar skipið var á leið að mótmæla kjarnorkutilraunum Frakka.